Við ætlum aðeins að fara yfir hvað þú þarft að gera til þess að rækta upp landið þitt. Ef þú ætlar að fá bygg eða korn eða hveiti eða bara gras eða kartöflur, þá þarft að byrja á því að herfa eða plægja. Hér erum við plógherfi. Það virkar svona svolítið eins og blandari. Það hristir upp í þessu öllu og fer líka svona aðeins svona í jörðina. Svo hér, þetta er diskaherfi. Það sker í jörðina. Næsta mál, plógurinn. Plógurinn, hann er grjótharður, sko. Hann er ekki allra, hann er grjótharður. Hann snýr jarðveginum á hvolf og gerir hann tilbúinn fyrir sáningu, sem er akkurat næsta skref. Svo er þetta hérna skítadreifarinn. Þið getur rétt ímyndað ykkur hvað hann gerir. Jú, hann dreifir skít. Þannig að þegar þið eru búin að plægja, gera þetta allt tilbúið og fínt og þið þurfum eitthvað ábyrgð á túnið, þá takið hauginn úr hauggeymslunni eða skítinn úr hérna flórnum, skellið honum í þessa græju, dreifið þessu yfir allt túnið. Og þetta hafa menn verið að nota í París og á þessum stöðum til að mótmæla niður í miðbæ. Við myndum nú ekki vilja fá einn amerískan skítadreifara niður í bæjarbíó. En þetta er alvöru græja, 3,8 metrar á milli dekkja, tekur alveg þvílíkt mikið af drullu í sig og þú vilt ekki detta ofan í. Komið hérna, sjá þetta. Sjá þetta hérna. Ef þú dettur ofan í, getið handleggsbrotnað. Það vill enginn. Passa þetta. Svo þegar við erum búin að plægja eða herfa, þá er komin tíma á sá. Og þá til dæmis getum við notað þessa glæsilegu 3 metra múltíva niðursetningavél. Og hún er hérna gul og svört og með svona mörg dekk. Þannig að þetta er svona gott jafnvægi. Svo erum við með fullt af geisladiskum, þannig að þú getur haft partí. Nei, komdu, þetta er tómþvæla. Tómþvæla. Hvað er það, þú að taka þetta bara? Nú skulum við hafa þetta rétt. Já. Þetta er sáningsvél. Já. Ekki niðursetningavél. Nú. Dekkin eru svona jöfnunardekk, jú, til að jafna. Já. Geisladiskarnir eru herfi, diskaherfi. Já. Svo komum við að jöfnunarborði sem jafnar. Já. Svo komum við að þjapparavals sem valtar og þjappar. Svo gerast aðalatriðin, þau gerast hér í sáningunni sjálfri. Hérna kemur áburður, hérna kemur fræ og að lokum er herfi sem jafnar yfir sáninguna. Og þessi vél er 6 metra breið. Og hana nú! Þannig er þetta. Sko, svo þau eru búin að sá í túnið, búin að leyfa þessu öllu vaksa og dafna yfir sumarið og það er komið haust, þá er mál að sækja gömlu góðu kornþreski vélina. Þetta er engin smá græja. Hérna notar við þennan arm hérna framan til að tína upp hálminn og sturta síðan korninu eða bygginu eða því sem þú ert að sækja í kerruna sem að er gjarnan að kera hérna við hliðina á þér og þetta ferðu síðan með í sílóin. Ok, við getum rétt ímyndað ykkur hvernig þessi vél virkar hérna í fullum ham með öll ljósin og með hérna, þreskibrettið að framan og þetta er alveg vígaleg græja. Sko. Svo fer kortin bara upp í síló og áfram gakk. Takk fyrir það. Já. Þetta er rosalegt stöf. Sko. Nei, ég segi svona. Svo þegar búið er að þreskja, þá tökum við alla uppskýruna, hendum henni hérna í sílóin. Úr sílóinu fer þetta síðan inn í ofnin og þar er þetta allt sem að þurrkað og þegar búið að þurrka þetta, þá fer þetta og breytist í bara svínakjöt eða nautakjöt eða lambakjöt eða mjólk eða pítsu eða vöflur eða bara nefndu það, sko. Bara egg og bacon þessum. Hér gera skaldrarnir þegar búið að sækja þetta allt upp úr jörðinni og þaðan breytist þetta í mat fyrir mig og þig.